Komið sæl og velkomin til leiks á ný, að þessu sinni með Ragnari Bjarnasyni og sumargleði fólki. Velkomin Ragnar Bjarnason, mikið gaman að fá þig á Stöðu 2. Já, þú ert með góðan hóp hérna með. Já, finnst þér. Annars. Já, það er alls konar lið hérna. Það er ekki að gefa hann gott klapp. Er þetta alveg dauður salur sem ég er með hér í kvöld? Já, það má eiginlega segja þér, feimnistákarnir og svona. Já, annars er ég að segja, sko, þú lítur að kannast við þessa sjón. Þetta er svona eins og að sitja í rútu, vera með rútuna hérna fyrir aftan sig. Já, vera með fyrir aftan sig. Eða ekki? Jú, ég kannast það. Ég var að hugsa að þú ætti náttúrulega að vera heima núna, Ragnar Bjarnason, að baka piparkökur eða eitthvað. Það er vika til jóla, í staðis að vera að flækjast hér með okkur. Já, meina það. Já, jú. Já, ég kann bara ekki kveikja á ofninu. Það kemur nú að því, sko, þá. Þú ert ekki nema hvað, 24 ára? Það er rétt rúmlega. Já. En við vorum að segja það að við ætlum að vera hér á léttum nótum í kvöld. Já. Eins og ég segi, það eru allir nema við heima hjá sér að baka og gera hreint. Já. Og við gerum ekkert sérstaklega ráð fyrir því að menn sitji sem fastastur í fram á sjónvarpið. Svo við segjum bara að það nægir að hlusta. Og ég segi það nú, mér finnst eiginlega ekkert vera, við erum ekkert komin af stað hér fyrir að það er búið að syngja þennan söng sem þið opnuðu með hverja einustu sumargleði í 70 ár, eða hvað það nú var. Strákar mínir. Og eitt með sönginn. Munið textan. Jón, viltu gefa okkur tónið það? Já, 1, 2, 3. Við höldum hátíð í dag í himnaskapi, við erum gott úr öllu, við gerum saman syngjum hér lag. Við höldum hátíð í dag í himnaskapi, við erum gott úr öllu, við gerum saman syngjum hér lag. Gott úr öllu, við gerum saman syngjum hér lag. Gott úr öllu, við gerum saman syngjum hér lag. Lag, 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 lag. Og klappið nú heima. Já, með maður. Ég skil, af hverju hættu þið, yfirleitt? Bara hvíla okkur aðeins á þessu. Hvíla landið. Hvíla fólkið. Við erum búin að vera svo lengi og við erum búin að vera nokkur árið. Já. Eigum við ekki að fara hratt yfir sögur Ragnar Bjarnason og segja hverjir þetta eru? Jú. Ef menn skildu hafa gleymt í hvað þessi menn heita. Þorgeir Ástvaldsson, Þuríður Sigurðardóttir, Magnús Ólafsson, Karl Möller, Bessi Bjarnason, Stefán Jóhannsson. Hver er þetta þarna, Raggi? Þannig að þessi ljósar með síðahárið þarna? Það veit ekki, hann er með eitthvað þátt í sjónvarpinu, hvað heitir hann? Já, kveikja að þig. Jæja, Hermann Gunnarsson, gaman að hafa þig. Jón Sigurðsson, Ómar Ragnarsson og Jón Ragnarsson, bræðurnir til þess að hafa svona jafnvægi í salnum. Já. En Magnús Ólafsson hefði átt að sitja fyrir miðju. Það var smá slagsíða. En ég hugsa að nú segir einhver heima, hvað er þetta fólk að gera með sumargleði á jólum? En þið, Ómar, einhvern tíðan sagði þú mig frá því að menn hefðu verið hér í biðröð í desember. Já, þetta sumargleðin var að mörgu leyti brautryðjendaverk, bæði út á landi og svo hérna í bænum, því að við vorum síðustu árin, þá vorum við hér í bænum. Þá vorum við búin að finna það út að það var hægt að halda svona skemmtun að vetrarlagi í Reykjavík. Og hún treyndist alveg fram undir jól. En Ólafur Sigurðsson, gamall samstarfsmaður minn, hann sagði mér einu sinni að hann var að berjast á móti norðan roki í 12 stiga frosti á Hagatorgi og rekst þar sem hann á enga vona á neinum, þá rekst hann einhvern mann og lítur upp og þá er hann bara staddur ykkur voðalegri biðröð. Þar húka allir hreint og er að deyja og hann segir, hvað eru þið að gera hér núna? Þetta var 13. desember. Og þá sagði maður, við erum að biðröð að bíða eftir miðum og sumargleðina. Svo man ég, Raggi, þú sagði mér þegar við vorum að tala saman hérna einhvern tíðan daginn, þá sagði mér nú að tímasetningar hefði aldrei verið heilagar hjá ykkur sumargleðimennum og þú sagði mér sögu af Magnúsi Ólafssyni, þú varst að ýta honum fram á svið einhvers staðar til þess að leika Jónasson í júní eða eitthvað svoleiðis. Já, ég fekk, já, maður þetta í Magnús. Já, ég gleymi því ekki. Ég er nú það nú, þú ert að leika Jólasvein í dag. Já. Sko, ég held að þetta vera voðalega sniðugt að setja Jólasvein inn í júlí, þá myndi allir hlæja okkur lifandi spýsna því. En það klikkaði alveg, sko. Það hló enginn að þessu jólasveinsvesinni, svo að Magnús var bara ýtt inn svona einstaka sinnum og látið gefa karamell og segja hó, Hæ, hó. En það var hlegið á einum stað. Já, býttu nú við. Það var hlegið á einum stað vegna þess að þá vorum við á Sauðárkróki og þú spurði mig alltaf í restina og hvað heitir svo jólasveinninn? Ég sagði Sauðárkrókur, þá hlóðu okkur allir. Þetta var júlísveinn. Þetta var júlísveinn. Já. Ég ætla hérna aðeins áður fyrir lengra haldið. Menn hafa stundum Ragnar Bjarnason verið að gera grín af svona ákveðnum hreyfingum sem ég næ ekki en Ómar Ragnarsson nær miklu betur og allir hér í salnum.
Já, meinar þetta með Já. Þegar ég var 6 ára þá var ég að hlaupa inn á dyrnar sem var í sveit og sló hendinu svona í og alltaf þegar ég þarf að gera eitthvað þá fer ég í þessu stöðu. Þetta er ekkert út af því. Þetta er út af því að pabbi þinn var harmoníkuleikari. Hann var alltaf að æfa sig þetta. Þess vegna þegar við þurfum að segja hvað þú hefur sagt að þá gerum við alltaf svona. Og hérna er bonniður sko, það er æfingin. Sko þetta er ekki alrangt hjá Ómari því ég hugsaði nú ætla ég að komast að því hvaðan þetta er komið. Og ég fór og spurði mann sem þekkir þig miklu lengur en nokkur annar hér í þessum sal og nú skulum við heyra hvaðan þetta er komið. Það er meðfætt og algjörlega ómögulegt að, það er svona bæklun. Það er ómögulegt að breyta því neitt. Enda er það orðið vörumerkið hans. Mér finnst hann hafa verið framámaður í músiklífinu, í skemmtanalífinu hér geysilega framalega og verið svona valdur bókstaflega að ýmsum góðum breytingum. Það var mjög margir, maður má segja steltan Ragnar Bjarnason. Enda var hann, þegar hann var hjá okkur, þá voru þetta nú 6 kvöld í viku og það er ansi mikið reynsla sem fæst af svoleiðis stöðugri vinnu. Það voru mörg standardlög, mörg sem að Sinatra hafði sungið, mörg af þessum standardlögum. Ragnar söng það alveg geysilega vel, mörg af þeim. Svo ég get ekki eiginlega gert upp á milli þar. Hann var mjög músikalskur og sjarmerandi og alltaf tilbúinn í að vinna. Myndirðu ekki ráða hann aftur? Ef. Ég er nú ekki viss að það væri kannski að hann myndi ráða mig. Eða ekki Ragnar Bjarnason, þú myndir nú ráða hann. Já, þennan, já, það var alveg yndislegt að vinna með þessum. Er það ekki á gullárum? Já, ég lærði gífurlega mikið á honum, sko. Ég var svo ungur þegar ég kom inn í Kákasvestin og ég kom þannig inn í sextittin að Kristján var úti í London og þeir voru að spila suður á velli, strákarnir, og með minni, Jón var ekki Sigrún, hver var að syngja með ykkur á? Já, Sigrún. Já, hún veiktist. Ég fór nýra í bæ og tók leigubíl til þess að leita að söngvara og þú varst bílstjórinn. Já, það er ekki Jón sem getur satt að sögum ykkur. Og Raggi sagði bara, á ég ekki bara að koma með? Hvað, getur þú sungið? Þetta er bara trommari. Ég sagði, þú varst að spila trommið með bróðum mínum. Já. Ég með þetta hérna á mér, þá sem við 3 lögðir. Ok, ráðið klárt. Þetta var klukkan 6 sko, við áttum að fara klukkan 7. Já. Svo er ég í Officer Club að spila. Já. Ég var ábyggilega, var ég ekki fyrsti söngvari sem söng á vellinum, kallsöngvari? Nei, Björn Nerr var búinn að... Já, Björn Nerr var búinn að... Einn áður. Já. En þú sagðir einhvern tíðan í viðtalið mitt að þú hefur lært mest af Svavari Gests og KK í gegnum tíðina. Hefur ekkert lært af þessum mönnum hérna? Jú, þú getur ímyndað þess. Alls konar vitleysu. Já, við lærum auðvitað hver á þetta. En hann sagði mér einmitt, hann KK þarna þegar ég var að tala við hann. Hann sagði að við vorum að ræða það hvaða svona lög hefði verið vinsælust með þér í gegnum tíðina og hann sagði að það er ekki spurning. Vinsælasta lagi sem hann söng með mér var Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig. Er það ekki? Jú. Og er enn? Já. Ég hérna, fyrir mína passa, svo ég blandi mér í þetta aðeins hérna, mér finnst alltaf besta lagi sem þú hefur sungið, Vorkvöld í Reykjavík, að perla þinn, alveg hreint. Heyrðu? Það kemur því í minni stað? Það er bara tekník. Þú komst með plötuna með þér og lánaði mér. Hvað finnst ykkur hérna? Við látum þetta sem vindum öðru þjóta, þetta er bara hérna bak við ykkur. Hvað er besta lag sem Ragnar Bjarnason hefur sungið? Ég get komið með smávegis um það þegar þetta er búið. Annað. Já, þú mátt bara tala núna undir þessu. Þetta er bara hérna svona lullar undir. Já. Já, það sem ég dást mest að Ragga er það að hann skulle ekki einungis vera svona góður söngvari í þessum stíl. Heldur held ég að til dæmis í gamanvísnasöng,
eins og lagið Kokkur og kútur frá sandi. Það er engin Íslendingur sem gerði sungið eins vel eins og Rakel. Megum við heyra? Kokkur og kútur. Það var ekki þetta. Jú, nei, jú, ég maður það. Ég er með það einmitt í sjóunni hjá Ómari. Veitum við, ég er kokkur á kútter frá sandi, ég fæ kjafsögn hvern einasta dag og ekki líður mér betur í landi. En þetta lag, veitu hvernig þetta lag var búið til? Já. Ég var að fara út og syngja og þetta var morguninn og það var til lag við þetta. Það var bara ekki nógu gott. Þetta er text eftir Reinhard Richter, þetta heitir, Reinhard Richter. Textin hans er snjall. Svo ég náði Jóla Gauk og reif hann upp úr rúminu og fórum í leigubíl upp á Öskili og hann samdi lagið og með það fór ég til síðan. Heyrðu, mér fannst að því ég var að tala um þessa perlu mína sem að ylja mér hjartarætur. Mér varð ó á dögunum þegar ég fékk allt í einu að heyra eða sjá Vorkvöld í Reykjavík í nýjum búningi, allruddalegri en við höfum átt að venjast hingað til. Eigum við aðeins að kíkja á þetta, Ragnar? Gluggar sem brenni í húsunum Bifnjústríkur vangana Borgóla hlýr Vaknar alltaf þráin í brjóstum á ný Kista miðju stræti er konangaheit Keyrar undir fyttar sem í stelpuleið Hvað hefði gert Ragnar Bjarnason ef þú hefði sungið svona? Ef ég hefði gert þetta svona? Já. Ég hefði verið skotinn. Ekki á koni. Nei, ekki á koni. Nei, ég finna þegar ég var að syngja þetta inn á plötuna, sko. Þetta er allt í lagi, sko, en þetta hefði ekki passað fyrir mig. Hvernig finnst þér þetta? Mér finnst þetta allt í lagi. Já. Heyrðu, þú mér reiknast til og fleirum og þú hefur sungið inn á svona það bil 40 hljómplötur í gegnum tíðina. Já, eitthvað svona. Áttu þar allar? Nei. Nei. En þegar ég fór einu svona áttabæðan þá átti ég 6 plötur. Og þá gerði ég sniðan hlut. Ég auglýsti í dagblaðinu og fekk alveg hellinga plötur út af það. Já. Já, já. Þannig að þú áttu þetta núna? Já, já, lét tríkið mér og svo kom bara menn plumandi með þetta. Og ertu svolítið að hlusta á þetta núna? Nei. Nei. Já, þetta er svona minningar að þessu. Já, já. Ég hef svona, flestar eru með umslögum, sko. Alla umslögin, maður svo svona stöðri sem maður yngri. Ég veit Þorgeir hefur til dæmis verið að tala stundum um það hversu erfitt það sé að fá þig til að syngja sirpur með svona gömlum vinsælum lögum. Það sé bara hreint ekki hægt. Þú varst að segja það, Þorgeir. Já, ég har alveg sagt hann fékkst aldrei til þess með að ég var í Sumargleðinni, 4-5 ár. Ég hafði á stundum á tilfinningunni að hann væri eitthvað feiminn við það. Ég hef eiginlega aldrei náð upp í það, en núna þegar svo mikið í tísku að rifja ýmsa hluti upp, þá kemst hann ekki til þessu kall. Það fyrir að síðar kemur að þessu. Ómar er eini maður sem hefur fengið mig til að gera það. Það var að syngja þessa sirpur sem ég söng að þér. Já. Hvernig fórst það því, Ómar? Að fá hann til að gera það? Ég kom með hana tilbúna til hans og sagði, viltu ekki hafa þetta svona? Ég var alltaf, ég veit ekki hvernig stóð því, ég var alltaf voða latur við að syngja plötulögin. Jón Bassi vissi það nú. Ég væri vitleysingur, ég syngdi aldrei plötulög sem ég var búinn að syngja hérna plötu, ég syngdi þau aldrei á böllum. En ég veit ekki hvernig stendur á því. Ef að fara langt aftur í tíma, Ragnar Bjarnason, þegar þú varst 15 ára. Varst ekki 15 ára þegar þú byrjaðir í þessu? Svo segir hann alltaf, þegar maður byrjar að tala um þetta, þá segir hann, ég er svo oft búinn að segja frá þessu, ég nenni ekki að segja frá þessu eins. Já, jú, eitthvað svolítið. Þá varstu nú ekki að syngja mikið. Nei, þú varst með föður þínum Bjarna Böðvarsyni. Ég var trommari þegar ég byrjaði að tromma. Já. Það var nú verið svolítið öðruvísi skemmtanalífið á Íslandi, heldur að það er í dag. Já. Er það ekki? Jú.
Annars er þetta alltaf eins, menn fara bara út og hafa það gott. Ég sé eiginlega engan mun á þessu. En hann fór hérna svona landið, er það ekki? Jú, pabbi. Já, þú fórst með honum landið. Já, ég fór með honum. Já. Herðast þá. Það var erfið þegar að komast yfir landið þá. Já, það var það. Þá var þetta alltaf vísa. Já, það er mikið þetta. Þá var farið á tveimur. Þegar ég fór í fyrsta sinn, þá var það Lincoln 38 og Buick 40. Það voru bílarnir sem var farið með allt heila gumsið á. En hann gerði meira, hann fór sko eina alveg stórmerkilega ferð. Hann fór með 17 manna big band. Ég bara ekki alveg kláraði hvaða ár það hefði verið. Jón, þú mæst hana kannski betur. Þú fórst ekki með hann, nei? Það verður að fara í öllu. Ég man þessar ferð. Þú manst þetta ferð? Já, ég var byrjað að læra bassa þá. Já, og hann var bassaleikari, hann Þórhallur Árnason. Já. Og hann spilaði með leðurhanska á hendinni. Og ég sagði, farið góðan tón svona? Nei, ég fæ bara ekki blöður úr því, spila með leður. Það er svo latasti bassaleikari sem ég hef spilað með honum sem á vellinu sinni. Hann er svona orðinn, ég veit ekki hvað hann er, hann löngu hættur eða hvað. Og hann var alltaf, hann var svona, sko hann spilaði ekki um annarkvært beat, sko. Hann er svo latasti sem ég nokkuð tíma veit. Hann kom yfirleitt alltaf á seint og hann var byrjað að pakka niður korter ára á búið. Svo sagði hann einu sinni við mig, hann sagði aldrei neitt, hann talaði voðalega lítið. Svo segði hann einu sinni, við spilum þá kubbamast í svona latínmúsík, dugg. Hann segði hann, voðalega væri gaman ef ég geti bara spilað á svona kubba. Það þurfti ekki bera bassan og Bara með því í vasanum. Heyrðu, hérna, Ragnar Bjarnason, og þið hinnir, og þið hinn. Þú varst ekki mikið eldri en 19 ára. Ég man þetta allt og þú munir ekkert. Þú varst 19 ára þegar þú söngst þinn á fyrstu plötuna þína. Já. Var það ekki við Austurvöll, Landssímahúsinu? Já, Landssímahúsinu, já. Með pabba þínu? Já, með pabba. Já. Og hérna, hefur þessi plata nokkuð tíðan verið spiluð? Nei, það held ég ekki. Erum við ekki að spila hana bara í fyrsta skipti? Jú, þetta var á svona alumínum diski ykkur og lakkplata, sko. Þannig að þeir eru búið að spila þessar plötur, ég held að þetta verið notað, sko, fyrir að við þurftum að geyma eitthvað efni og svona. Þá var þetta að spila þetta kannski 3-4 sinnum og svo var þetta búið. Ef þá spila hann í síðasta sinn og fyrsta skipti opinberlega? Núna? Já, það var í gangi. Já, 1953 var þetta, söngstu þetta? Já. Ég brá mér eitt sinn til Barcelona og fram til faðminn komstu bara maður. Það var dýrðardagur, dansunum að segja fagur hjarta mitt, þá mér við þitt. Bjarta bara maður frá Barcelona, bara lítið gott og við annars hér í Barcelona. Þetta er skemmtileg lagði. Nú er búið að setja þetta inn á svona teip, inn á segulband og þú færð það þegar þú færð heim. Já, það kann ég. En hvernig fannst föður þínum frammistaða þín þarna? Hann sagði við mig, þegar ég söng fyrstu plötuna, þá var Tónika hérna. Það var Svava Gess og Kristján Kristjánsson sem settu upp verslun og útgáfufyrirtæki í Hafnarstrætinu. Og ég kom voða stoltur heim og var búinn að syngja á All of Me og eitthvað inn á plötu, það var fyrsta platan. Það sagði gamli maðurinn sem var búinn að hlusta á þetta og horfði lengi á mig og segi já, þú verður kannski einhvern tíma sæmilegur fyrir alla munu sýndingin og aðra plötu. Og ég er alveg sammála honum hvað ég er. Síðan er það bara 40. Þannig að við höfum svona ýmsar minningar tengdar þér, Ragnar Bjarnason, við öll sem hér erum og miklu fleiri. Og til dæmis, af því að við vorum nú með KK hér áðan sem á margar minningar sem eru bundnar við Ragnar Bjarnason og sonur hans líka. Og sem hefur látið mikið að sig kveða í tónlistarbransanum síðan. Hefur að heyra hvað hann segir um Ragnar Bjarnason? Já, Pétur. Já, hvernig að mann eftir því fyrst? Maður mann eftir Ragga þá þegar maður var smástrákur. Þá fór ég alltaf, eða oft með pappa á æfingar í gamla fóskaffi sem var við Hlemm og Raggi var þá náttúrulega
söngvarinn og súperstjarnan í hljómsveitinni og ég man að mér þótt hann ofsalega skemmtilegur. Og annars Raggi, maður hefur alltaf haldið mikið upp á Ragga. Hann hefur náttúrulega svona verið gegnum árin okkar aðal söngvari. Það var, þegar maður var að alast upp, þá var hann kannski, já, kall. Það var svona kallinn þegar maður var 15-16. En svona þegar maður eldist, þá gerði maður sér grein fyrir að hann var góður söngvari. Og svona í dægulegum, 30-40 síðustu ára, þá stendur hann nú upp úr sem besti söngvarinn. Svona fyrir 10-15 árum, þá kannski tók Bjöggi við í hugum margra, en svona eftir á að hyggja þá held ég að Raggi sé nú svona sá dægulega söngvari sem að hefur verið bestur í gegnum tíðina. Það er nú gaman að þessu. Já, já. Það þorir enginn að segja neitt annað. Ég veit ekki, ég kem heim til hans ef hann með þau. Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér, sko. Það var sagt mig áður en að þessi hópu gekk hér inn í salinn. Þú ert með tóma villimenn í þessum sal, góða mín. Hvernig ætlar að stýra þessum hópi? Svo sita þér hér prúðir eins og í leikskóla bara. Það er engladildin. Það er engladildin. Heyrðu, þeir hafa nú flestir sagt mér að þú hafi stýrt og stjórnað þannig. Hermann Gunnarsson, hvernig stjórnaði Ragnar Bjarnason ykkur, þessum hópi, þessum villta trillta hópi? Það er enginn eins og Raggi. Þetta er fyrirbrigði sem kemur fram kannski einu sinni á öld. Og hann, ég hef aldrei kynnst því að hann var oft í höndunum með kannski 10, voru kannski 10 upp í 17. Og hann þurfti ekkert að hafa fyrir því að láta fólk vinna með sér og fyrir sig, allt á ljúfmennskunni. Og þetta kom alveg heim og saman við þær hugmyndir sem ég hafði gert mér þennan uppáhald söngvara minn frá því ég var 5 ára. Þá var hann alltaf komin á efri ári. En það er alveg ótrúlegt að vera með alla þessa egoista í 16 ár eins og hann var þarna með og það féll aldrei skuggi á neitt samstarf og hann hélt öllum saman bara á ljúfmennskunni. Ég hef stundum líka veltið fyrir mér, hvernig tókst þér Ragnar Bjarnason að fá leikara úr Þjóðleikhúsinu inn í þennan hóp? Bessi, á hverju kveiktirðu? Á hverju fórstu með? Hann nuddaði stanslaust. Hann voru ekki í 3 ár, ég var hundleður á hann. Svo ég ákvað að fara með honum. Ég var búinn að þrasa í honum í mörg ár. Já, ég segi það. Ég gafst bara upp, sko. Það er svo erfitt að segja nei við það, sko. Ég lögði alltaf bara, ég hefði svo mikið að gera, ég bara... Svo fór hann að tjekka á því, ég hafði allskotan ekkert að gera. Kannski eins gott. En af hverju haldið þið að þetta fyrirbæri, Sumargleðin, sem gekk í 16 ár, ekki rétt hjá mér, af hverju Ragnar heldur þetta hafa orðið svona vinsælt? Það var bara því ég var alltaf með topp fólk. Það var ósköp einfalt, það er alveg einfalt svarið við því. Já. Að því að var topp fólk, þá gekk það. Já. En ég hef alltaf svolítið á tilfinningunni að enginn hafi skemmt sér betur en einmitt þið sjálfur. Getur það ekki verið? Jú, það má eiginlega segja það. Við skemmtum okkur ansi vel. Æfingarnar voru voða sniðugar. Nýrniðar. Ég man eftir að það var einhver sem trasaði ekkert yfir því þetta er búið að æfa í mánuði, halva mánuði eitthvað. Það væri bara alls gott reynt gert á þessum æfingum. Að hlæja og láta svo veit ég hvað. Ég vil fá eina góða sögu áður en ég ætla að leiða ykkur aftur í tímann og rifja upp Sumargleðina í gegnum 4 eða 5 ár. Ómar Ragnarsson, eina góða sögu áður. Á ég að taka kvól, Ragnar? Já. Það var alveg. Og það er þetta ball á kvóli sem fór eiginlega yfir allt annað. Það var búið að selja upp undir 900 skilst mér inn og það var grenjandi rigning úti og fólki þrýstist inn. Við vitum aldrei hvað komast margir inn í kvóla vegna þess að brast allt þilið fremst miðaslunna og liðið bara valt inn og eftir það var ekki hægt að telja neitt. Svo kom þetta inn og það var svo mikið móða í salnum þegar allt þetta blauta fólk kom þarna inn, bæði unnan og utan, að ég ætla að reyna að taka mynd af þessari samkomu og það er allt bara grátt. Það bara leið og ég þurrkaði liðsinu og smelti af, þá kom bara grátt. En þarna, Jón Ragnarsson, þú varst nú að selja miða, var það ekki? Þú varst framkvæmdastjóri og seldi miða? Jú. Þú selst svona einum of mikið. Einum of mikið og ég sagði stundum þegar fólk kom tilbaka alveg skelfingur og sagði hvað það er allt orðið fullt og það er hvergi pláss og ég sagði fyrir ekki, ég bara, það er búið að loka, það er uppselt. Þá
Þá kom inn maður fram og sagði, hvað er þetta? Það hangir enginn í gardínunum en það seldu meira. Jæja. En það ég sá Ragnar Bjarnason einu sinni að áliðinu hausti í banka í Vesturbænum. Þá þekkti ég hann ekki neitt og ég hugsaði, hann var að koma úr sumargleðinni, sko. Hann var með þykkan bunga á seðlum. Allt í kostnað þetta. Allt í kostnað. Það er ekki að sækja skiptimynd fyrir mig. Eigum að rifja upp gamla daga, gott fólk. Gjörðu svo vel sumargleðin í gegnum nokkur ár. Og við kýlum að Raggi þessi ógnar lang og ömurlega blók. Í sumargleð og flaumi ég fer, já að puttanum. Alltaf ertu jafn sexy. Ó, má ég lyfta þér upp eins og í gamla daga? Meinarðu kókflöskuna hérna, já? Nei, má ég ná í flöskuna hérna? Svo huttu sákur og látum við konur hristast. 1, 2, 3. Heita 258. Það skala. Við diskói hann líkist áðum því. Og syngja nú! Það hlaut að vera, það er svona sem ég fann að þóla svona skuttið. Það bragði eins og terpentína. Þetta er terpentína. Sjáu, það er full ástæða til þess að vera með þessi gleraugu eins og veðurlagið er hér alltaf. Það flögraði lítillan. Upp með hendur, niður með breikur, peningana þetta er mér staðir í rók. Þá tvistir þú vilt, þá veistu vel. Og vil ég ekki líta á okkur álag, hvað langar hann á okkur sem óskup eðlilegt er. Ástarinnar eldar ljóma, söngdu ljóma, undra heima sælu ljóna frá. Heia, 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 hérna byrkast er. Heia, 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 með sumargleðinum. Heia, 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 hérna byrkast er. Heia, 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 með sumargleðinum. Skemmtunin er lokið og skemmtur ballið á. Það skulum við dansa og hoppa hæð og tá. Og allir verða kátir, alveg eins og skor. Og ætla fram á rauðan nótt að dansa allt í rók. Heia, 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 hérna byrkast er. Heia, 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 með sumargleðinum. Heia, 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 hérna byrkast er. Heia, 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 með sumargleðinum. Ragnar Bjarnason langaði ekki saldið aftur á stað. Jó, strákar, ef ekki bara fara aftur í sumar. Í sumar. Sko, það eru 20 ár núna. Já, 20 ár, nú ættum við að fara í sumar. Þannig að nú höldum við ammælið bara. Já. Við þetta hug, Þuríður Sigurðardóttir. Þú varst eina konan í hópnum í nokkur ár. Hvernig var að vera með þessum körlum? Það var fínt. En einhvern tíma sagði mér þetta að það hefði verið pínulítið erfitt þegar þú fórst að fljúga, þú varst flugfreyja eftir að hafa verið með þessum hóp í nokkur ár og þú þurftir að fara að aðlaga því svona öðrum húmor meðal kvennanna. Já, það er látið við svona þessi kalla húmor sem að maður tók þátt í og síðan þegar ég fer að fljúga, fer að segja þessa brandara svona í flugfreyju hópnum og þá svona fjalla kannski ekki alveg í krafmi. Þeir voru þess eðlis. Hvernig voru þeir, Jó? Já, við látum það líka milli luta. Varstu hérna harður stjórnandi Ragnar Bjarnason, svo ég snúi mér eftir að því? Nei, ég var æðislega. Já. Ég var svo linur maður, ég gerði það sem vildu bara. Samdir þú út allt saman? Nei, eitthvað að því og við hjálpumst að. Ég kom kannski með grind og síðan var þetta smíðað á æfingunum, sko. Það var ég skrifaði kannski grind upp á 10 síður eitthvað. Svo var náttúrulega beðið eftir Ómar í klukkutíma þegar hann kom og látið lesa yfir þetta. Það var leið. Svo, ég er að koma. En Ragnar, af hverju var Maggi alltaf látinn leika konu?
Ég veit það ekki, hann er vaxtalæg. Nei, já, sko, ég spurði nú Raggi, ég sagði Raggi, alltaf hefur við búin að vera, nú ég leik ekki konu í sumar. Hann alveg var hreinu síðan Raggi, ég leik ekki hvern mann. Jó, verð að gera fyrir mig vegna þess að hann stóð nefnilega alltaf á bakvið og hló manna mest, sko. Ég held að það hefði verið gert fyrir hann aðalega að ég leika þessar kettlingarna. Maggi var svo fáránlegur. Ég var alltaf settur í það. En svo passaði þér alltaf Ragnar Pétursson og þið að vera með svona eitt kvennagull í hópinn. Fyrst var það Þorgeir, svo var það Hemmi. Ekki rétt? Já, nú var það. Jú, þeir voru vinsælir strákarnir, sko, það sátu fyrir framan. Ekki við. Svo pössuðu sem verið með neft hérna niður, sko, og það var alveg. Eigum við aðeins að hlusta okkur sumargleðina? Þeir voru vinsælir. Já, og eigum við, þú komst hér eldsnemma í morgun, Ragnar Bjarnason, með hljómsveitina þína og söngst fyrir okkur. Eigum við að fara í pínulítið jólaskap á þessu stigi málsins? Já, það er kannski ekki. Desember, dagskíman föl svo skelfingu lítil myrkrið svo magnað og myrkrið svo kalt. Þá kvikna kertaljós og kvíkir fætur tif á haf og grós. Nú frelsara fagnað, þá færist líf í allt verður bjart og hlýtt. Það alls staðar tónlist til hýr og þýð sem óvar blítt. Líða bera jólum og hátíð ber í hönd. Líða bera jólum og hátíð ber í hönd. Gluggunum, glöðljósin víkja burtu skuggunum. Allir gott nú gjöri og gleymi sút og sorg. Áður sóg auð og köld upp ljómast borgin með bílafjöld. Fótatak og fjöri sem fyllir stræt og tóm. Þótt margir finna í frið og fari við gleðin á mis. Það lífgar samt upp og léttir þungt skap, líflegur ís og þýst. En líða vera jólum og hátíð ver í hönd. En líða vera jólum hátíð ber í hönd. Líða vera jólum og 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 hátíð ber í hönd. Kvenleiki. Hátíska. Frá Cardan. Rose Cardan. Nýja ilmvatnið frá Pierre Cardan. Björgun áhafnarinnar á Geysi á Vatnajökli 1950 varð upphaf að farsælu starfi flugbjörgunarsveitanna í 40 ár. Og enn eru við reiðubúnir á nóttu sem degi til að hjálpa fólki í neyð. Flugbjörgunarsveitirnar leita nú eftir stuðningi þínum.
Í stórhappdrætti Landssambands flugbjörgunarsveitanna eru 96 stórglæsilegir vinningar að heildarverðmæti 22 milljónir króna. Og með hverjum happdrættismiða fylgir þátttökuseðill í jólalukkupotti barnanna með 65 vinningum og kostar ekkert að vera með. Hjálpið okkur að bjarga mannslífum. Landssamband flugbjörgunarsveitanna. Kryddaðu tilveruna með kryddsmjöri. Engin fyrirhöfn. Kryddsmjör tilbúið á diskinn. Einar Már Guðmundsson sýnir á sér nýja hlið í skemmtilegri ástarsögu. Rauðir dagar. Ný íslensk skáldsaga. AB. Þetta glæsilega 14 tommu litsjónvarp frá Philips bjóðum við núna á sérstöku tilboðsverði. Aðeins 27.900, tókuð þið eftir 27.900. Heimilistæki HF og umboðsmenn land allt. AB kynnir. Líkamstjáning. Hvað segir látbráðmanns hugans? Galína. Mikil prímadonna segir örlagasögu sína. Blóðugur blekkingaleikur. Foringi leyniþjónustu Rúmeníu afhjúpar spillinguna. Meira skólaskap. Óborganlegir brandarar úr kennslustofunni. AB. Jæja, Ragnar Bjarnason, eigum við ekki að taka Hermann Gunnarsson svolítið á beinu núna? Já, aðeins. Sérstaklega gaman að hafa þig, Hermann Gunnarsson. Af hverju... Ég náði hana þá að stöð 2 fyrir þig. Já. Gjör allt fyrir Ragga. Ég ætla aðeins þetta reyndar áður í stífur á honum. Sko, þegar það var ekkert verið að spyrja því hvort menn kynna leika eða ekki í sumargleðinni, var það, Ragnar Bjarnason? Nei. Ég man eftir því til dæmis að þú greifst hljóðfæraleikaranna þína alla alveg unnvörð með því var að skipta. Stefán, einhvern tímann lékst þú eitthvað, ekki satt? Já, reyndar, en... Á móti Ragga eða hvað? En það var nú aðalega fólkið í svona smá kynningum hérna áður fyrr. Áðurinn fór að leika svona alvöru. Og það var fólkið í því að Ragnar kallaði mig fram og segir láðu nú fólkinu að sjá hvernig þú lítur út. Og það er nú svolítið stærðarmunur á okkur, svo ég segi nú ekki meira. En þetta mér var svolítið erfitt svona fyrst í stað. En svo vantaði gítarleikari í hljómsveitina og þá sótti þarna einn og ég var ægilega ánægður vegna þess að hann var af svipaðri stærð og ég. Þannig að þetta, framtíðin var bara björt framöndan. Og Ragnar sagði, ég kom með þínu og leyfi fólkinu að sjá hvernig þið lítið út. Og endaði með því að segja, kæru gestir, ég veit ekki hvernig þetta endar. Þetta endar með því að þetta verður kallað hljómsveit Ragnars Bjarnason og Dvergarnir 7. En hann mætti nú ekki aftur þessi blessaði maður, þannig ég var að bera þennan kross eitt. Þetta var nú léttbærara svona þegar fram í svona. Hermann Gunnarsson, af hverju heldur þú að sumargleðin að vera hætt? Ég veit það nú ekki. Það var nú einhver samdráttur í þessu skemmtanalífi, en þetta var búið að gangi 16 ár og kannski svona markaður mettaður. Og svo man ég eftir því þegar að hann fékk mig til að koma í þessa sumargleði. Ég hafði nú ekki verið kunnur í skemmtibransanum, en ég rakst inn á sumargleði þarna á Sögu. Hann tók mig upp á svið í einhvern hjól, það var getrunarleikur og ég var á móti eldri manni og hann lét mig vinna viljandi. Hann ruglaði alltaf hjá manninu. Og svo sagði mér seinna, ég ætla bara að sjá hvernig hún kemur út á sviði, góði. Svo hringdi hann í mig vorið eftir og þá var ég nú veist eitthvað að gulla í fótbolta en hann sagði að Ragnar Bjarnason hérna og hann þekkti mig eitthvað lítið, vissi ekkert mig. Er þetta ekki til í að koma í sumargleðina? Við byrjum eftir vikuð. Ég sagði, ég hef nú ekkert verið í svona og hvað á ég að gera? Já, kynnir bara á svona eitthvað. Verið ekki æfingar? Já, þú þarft ekki að taka þátt í. Það getur þú svo gert ekki með eitthvað sjómannapex, eitthvað. En ég fór til hans árið eftir og sé ekki eftir því ég hef lært mikið á hann. Og sérstaklega gaman að platan. Já, hann gerði mikið af því. Þetta er svo góð sál.
gerðum mikið að því. Hvað héti hjónin sem var alltaf eftir okkur á bílum? Bíbí og Þröstur. Bíbí og Þröstur. Það var alltaf hann, það var sambandið. Hvað heiti Bíbí og Þröstur? Já, Hemmi var alltaf... Eitt sumar var hann að leita að hjónunum. Já, Hemmi alltaf... Bíbí og Þröstur, ég veit ekki, hvaða Bíbí og Þröstur? Þegar Hemmi sagði, nú eru Bíbí og Þröstur blind full út í sal. Hvar eru þau? Á skópanum. En hérna, þú hefur nefnilega samið nokkur lög. Það var nú ekki farið reynda mjög hátt. Nei. Getur ekki verið... Einu sinni hérna, áður við snúum okkur öðru, einu sinni þá hérna samtiru gullfallegt lag við ljóð Steins Steinars, Barn. Það er mjög fallegt og það hefur reyndar ekkert farið svo hátt að þú samdi það lag. Og við ættum nú að fara að heyra það hérna svona hvað á hverju í, já. Hefur ekki samið eitthvað fleira? Á lögum? Já, áttu ekki fullt í bókahóðinu? Nei. Það ekki? Nei. Ég er búinn að semja hvað, 2, 3, 4 lög. Ég veit það ekki. Þú ert betri í textanum ekki? Já, það er góð þig. Ég bjóði texta fyrir þig. Já, rosalega. Þegar hann týndu. Og ljóðin sem að koma líka, þau bara koma bara... Ómar Ragnarsson, þú kannt eitt ljóð eftir hann. Já, það er eitt ljóð sem verður ódauðlegt í mínum huga eftir Ragnar Bjarnason. Og það er þetta dásamlega ljóð hér sem ég mun sennilega gleyma síðast af öllu því sem ég kann. Ég kann reyndar 2 vísur til Ragnar, en þetta er aðalvísan. Nonni, já ég verð nú eiginlega, strákar. Nonni litli datt í dý og meiddi sig í fótnum. Hann varð aldrei upp frá því, jafngóður í fótnum. Ég samdi þetta ekki. Og einu sinni þegar skáldi komst á flug hérna þegar við vorum að halda upp á sumargleðin var búinn, að þá var Magnús Ólason, að það var þetta sumar sem að Bessi, þú varst alltaf að láta Magnús hlæja og sagði þú kemst aldrei í Þjóðleikhúsið. Og þetta náttúrulega, Ragnar er svo næmur, hann hafði eitthvað patað því að Magnús hefði ekkert á móti að komast í Þjóðleikhúsið, svo þess að hann byrjar þetta lag, nú ætla ég að gera hérna strákar eina vísum Magga. Magnús Þjóðleikhúsið þrær, þegar að vori hlánar, en hann þangað aldrei nær ef hann ekki skánar. Það var góð vísan og ég spurði skáldi, heyrðu, virðulega skáld, Magnús Þjóðleikhúsið þrær, hvað er þetta þrær? Já, ég skal þér segja, eignarfall fleirtölu af sögnina þrá. Heyrðu hérna. Ég mitt eftir í huga því að þið eru að tala um textana, það var búið að tala um það að Ragnar Bjarnason get ekki lært texta. Það var þetta Svava Gersi sagði við mig, þetta veistu það var ekki hægt að ferma Ragnar Bjarnason fyrir hann var 19 ára, af því að hann gat ekki lært faðir voru. Þetta er nú bara vikið. En mér finnst þá, er ekki á þessi stigi málsins Ragnar Bjarnason rétt að kalla bara Svava Gersi til sögunar? Jú, það er ekki, nei, jú. Þegar ég sé Ragnar Bjarnason syngja á hljómsveitarpallinum eða í sjónvarpinu, þá hefur mér alltaf fundist eins og hann væri fötin sem væri einu númeru stór, en þetta er nú allt í lagi núna því að nú er í tíska gangi í of stórum fötum. Annars gengur Ragnar ákaflega snyrtilega til fara. Ég man eftir því að hann stoppaði mig á götu niður í bæ daginn og segir Svavar hefur ekki tekið eftir því hvað hann líður alltaf vel fyrsta hálfa mánuðin eftir að maður fyrir hreina sokka. Ragnar er brosmildur, jafnvel hláturmildur, hann er gættur skopskinn og það eru svona eiginleikar sem ég kann að meta í fari fólks. Einn vordag þegar við höfum lokið við að leika á dansleika Hótel Sögu, þá brugðum við okkur bjarta vornótt, þá brugðum við okkur niður á Höfn, keyrðum þangað áður en við fórum heim og þegar við komum að Verbúðabryggjunni þá heyrum við einhver óskapleg óhljóð þar, sveiflum okkur út úr bílnum og þá hafði maður fallið í höfninu og hann öskrar af öllu lífs og sálar kröftum. Ragnar er fyrr niður bryggjuna til hans og segir af hverju öskrar svona maður? Og maðurinn heldur bara áfram að öskra og segir hjálp, hjálp, ég kann ekki að synda. Ragnar segir með hægð, ég kann ekki á gítar, ekkert er ég að öskra. Svo komum við manninum í land. Ragnar ákaflega músikalskur eins og hann á kyn til. Bjarni faðir hans var góður hljóðfæraleikari. Hann gat leikið á nær því hvaða hljóðfæri sem var og samdi mörg ágæt lög. Og Lára Magnúsdóttir, móðir hans, var góð söngkona eftirsótt í kórum. Ég hef svona haft á tilfinningu að Ragnar hefði orðið góður djassleikari hann hafði lagt hljóðfæraleik fyrir sig. Hann hafði nefnt tóneyra, gott hljómaskinn, hann skynjaði hljómagang laga sem er ákaflega mikilsvirði, en hann kaus sönginn og það er ná réttri hillu, það skák honum fáir. It don't mean a thing if it ain't got that swing, svo maður sletti nú fransku, eins og Duke Ellington sagði.
mætti þýða. Það er tilgangslaust ef þið skortir sveifluna og Ragnar Bjarnason skortir ekki sveifluna og einmitt þess vegna er hann frábær flytjandi dægurtónlistar. Það er ekkert minna. Er ekki gaman að heyra svona, Ragnar Bjarnason? Jú, þetta var gaman. Borgaðurðu nokkuð fyrir þetta? Já. Heyrðu, það er ekki allt búið enn. Svo hefur við sagt að þú sett góður bílstjóri og enn betri sölumaður. Og ef þú segir mér ekkert af því, þá segir Jón Ragnarsson mér eitthvað af því. Já, ég er svolítið gaman að segja sögu að Ragnar við það að við heyrðum nú áðan. Hann ríði sem söngvara bara sem leigubílstjóri. Það sýnir það að hann er einn af þessum mönnum sem gefst aldrei upp. Hann er til í allt. Bara að gera það og klára það, strákar. En svo oft kom hann með söngvarum inn á sviðum með ykkur og endi þessu. En þegar hann byrjaði sem sölumaður á Svein Egilssyni, þá vissi hann ekkert um bíl og hann veit ekkert um bíl í dag. Hann var taxadræfur og veit það að það var að setja mælirinn í gang til að fá hann auður. Það er eina veit Ragnar Bjarnason með bíl að mínu viti. Ég er fínn í fíundunum, veit ekki. Þetta var saga Ragnar að þegar þú gerðist leiðsögumaður á Krýsuvíkurbjargi. Já, það var nú eiginlega dálítið svona meiri háttar. Það var hérna fyrir ferðaskrifstofu, þetta var fyrir löngu síðan. Já. Og keyrði ég eitt sumar, sko, bara leigubíl fyrir ferðaskrifstofuna. Og svo var eitthvað lítið að gera og það vantaði einhverja fugla hérna. Það var því ég var fuglaleiðsum. Fuglaskoður. Fuglaskoður. Og ég náttúrulega vissi ekki neitt um fugla og ekki neitt og keypti einhvern hver svona um fugla á ensku. Og svo var þetta Krýsuvíkur, nei þetta var hérna á leiðinni hérna út í Reykjanesvita. Bjargana. Og það sem reddaði mér voru kríurnar. Það voru kríur, sko, mikið af kríum og það steyptu sér svolítið niður. Svo ég sagði við fólkið, verið bara hérna fyrir aftan og kallið bara í mig þar sem þið þurfa að vita um fuglana. Svo var ég bara með bókina. Ég sagði skildi bara fyrstur að það var svo mikið af kríum og svo kallið bara í mig gaðinu. Ég held ég aldrei vita að slítu nokkurn þess að ég gett eins og þetta. Og alltaf ensku það. Alltaf reddari rútið í. Heyrðu, hérna Ragnar Bjarnason, snúum okkur öðru. Finnst þér erfitt að nefna góða söngvara á Íslandi? Nei, nefndu svona einhverja. Góða söngvara? Já. Mér finnst Björgvin góður söngvari, mjög góður söngvari. Það var einmitt það sem ég vildi heyra. Já. Af því að ég valdi handa þér efni, eins og öðrum af mínum gestum. Já. Og Björgvin Halldórsson mætti náttúrulega á svæðið, bara snöggt við og hafði með sér félaga þína og vini, Árna Skeving og Vilhjálm Guðjónsson. Þeir komu hingað í morgun og sungu og spiluðu yndislega fyrir okkur lag sem er eftir Björgvin Halldórsson og heitir eitthvað á þá leið, ég er ennþá þessi asti sem þú kystir þá, ekki rétt? Sami astinn, hefur þú heyra? Já, endilega. Í vöku og draumi þú verður í huga mér sú ein sem af öllum ber og enginn skyldi keppa við í blíðu og stríðu er baráttan helguð þér og gatan svo greiðfær er ef gengur þú með mína hlið á ferð gegnum lífið svo fjölmargt að höndum ber en eitt þó við eigum hér sem ekki virðist hakast neitt nú húmar að kvöldi ég horfi í augu þér já mikið það undur er hve árin hafa litlu breytt hún er enn sem fyrr ekkert getur haggað því
þessi gamla ást sem alltaf verður fersk og ný. Þú stelpan sem eitt indælt kvöld kystir unglingsræfil sem var alveg frá. Ég ennþá þessi asni sem þú kystir þá. Sem fyrr, ekkert getur haggað því. Já, þessi gamla ást sem alltaf verður fersk og ný. Þú stelpan sem eitt indælt kvöld kystir unglingsræfil sem var alveg frá. Ég ennþá þessi asni sem þú kystir þá. Já, ég ennþá þessi asni sem þú kystir þá. Gautinans, takk honum fyrir, þetta var mjög gott. Ég var verið hrifinn af Björgvin allan tíma. Ég man þetta ég var ungur og var að byrja og svona, stundum vestur á sögu og ég fylgst og var vel með honum og fann strax að það var heilmikið í þessum strák og hann hefur virkilega sannað sig. Og þá fennu að líða að lokum Ragnar Bjarnason. Það er ein svona hemmaleg spurning í lokin. Hefurðu nokkuð viljað hafa þetta öðruvísi, Ragnar Bjarnason? Nei, En áður en við ljúkum þessu þá ætla ég að þakka ykkur sumargleði fólk kærlega fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Það hefur verið sérlega gaman að hafa ykkur. Svo ég tala nú ekki þig, Ragnar Bjarnason. Mjög gaman að rifja upp liðina tíð með þér. Ég ætla að hitta þig í sumargleðin í sumar. Ég ætla að sækja vinnu hér og nú. Já, það er bara það. Það er svo best skrifað. En fyrst ætla ég að segja að við ykkur þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur hér í kvöld líka. Við sjáumst aftur á 13. 7. janúar. Þá verður Þorsteinn Pálsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, með okkur hér í kvöld. Og reyndar áður við hættum, því að við ætlum að heyra þig, Ragnar Bjarnason, syngja gullfallegt lag í lokin. Og eins og ég segi, mér hefur ekki fundist þú eiginlega syngja neitt fyrir en ég heyrði þetta í morgun. Og ég vil fyrst heyra setninguna sem að setti sumargleðina af stað í hvað? 1000 skipti, Ómar Ragnarsson. 500 og eitthvað skipti. Eitthvað. Hvert einasta skipti þá kom hann og leiti yfir okkur þessu einstaka augnaráði sem getur virkjað dauðan mann og sagði Let's give it to them, baby. Og síðan sagði Erum við aldrei ánægðir? Hefur við ekki verið ánægð núna? Jó, virkilega. Ragnar Bjarnason, gjörðu þess vel. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my name, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled it, and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few,
did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it by